Spámenn voru send frá sama allsmáttuga Guði, með sama boðskap, með sama takmark og sögðu allir það sama, hlýðið alla, tilbiðið hann og hann einan, framfyllir hlutverki lífs ykkar og gerir góðar gjörðir, því að þá munu þið verða verðlaunuð í næsta lífi með eilífu lífi. Þetta var boðskapurinn sem þeir allir komu með á mismunandi tungumálum, á mismunandi tímum og til mismunandi fólks. 16. Ef að þið lesið hinar heilugu bækur nákvæmlega og ítarlega, án þess að byggja lesturinn aðeins á ykkar eigin túlkun, og með að horfa fram hjá texta sem búið að breyta og rengja, þá munu þið sjá að þetta var sá einfaldi búskapur sem allir spámenn staðfestu hver á eftir öðrum. Enginn af þessum spámennum sagði, ég Guð, dýrki mig. Þú þarft ekki að leita lengi, að því að spámaður hafi sagt að hann sé Guð, því að það finnst hvergi ekki í Biblíunni, ekki í Tóra, ekki í Gamla né Nýja testamentinu, ekki í Sálmum Davíðs. Þú munt ekki finna þessa staðhæfingu að spámaður hafi sagt að hann sé Guð í nokkurri bók. Þú munt ekki finna þess staðhæfingu í orðum nokkurs af þeim spámönnum sem Guð hefur sendt niður. Ég skora á ykkur að þegar þið komið heim í kvöld að bladra í gegnum allar síðurnar í Biblíunni þinni, og ég sver að þú munt hvergi finna þessa staðhæfingu þó að þú leiti lengi. Allir spámenn og boðberar kölluðu fólki til við alla og buðu fólki til að gera góðar gjörðir. Hver voru boðorðin 10 sem Móses tók á móti? Hvað var guðspjall Jesús? Hvað var það sem Jesús sagði? Hvað sagði Jóhannes skírari? Hvað sögðu Ísak og Ísamel? Hvað sagði Múhameð? Má friður og blessanir Allah vera yfir honum og þeim. Allah segir, 17. En engin önnur boð og bönn voru gefin þeim en að dýrka Allah og Allah einan. Með hreinni og hreinskilni trú og að biðja og gefa almús. Og þetta rétta trúin, 9, 10 og 8, 5, að þessu gefnu það líka passandi að skilgreina alla þessa spámenn sem múslíma. Vegna þess að múslimi hvað? Hugsaðu ekki arabísku myndlíkinguna eða stöðluð ímynd af því hvernig dæmigerðu múslími lítur út, hugsaðu ekki hugtök, hvernig múslímar í dag eru klæddir, hugsaðu ekki Mekka, Saudi Arabíu eða Egyptaland, heldur hugsaðu merkingu orðsins múslími. Þar sem merking orðsins múslími sá sem undirgefin vilja hins allmáttuga Guðs og hlýðir lögum hans, og þess vegna allt það sem undirgefið og hlýðir lögum Guðs múslími. Þegar nýtt unga barn fætt og kemur inn í þennan heim, hvað þetta barn á þeim tímapunkti? Unga barnið múslími þegar það fæðist og alveg þangað til að foreldrar barnsins kenna því eitthvað annað. Þegar sólin færist á braut sinni. Hvað sólin þá? Sólin múslími. Þyngdarlögmálið, hvað það? Þyngdarlögmálið lög múslíma. Allt sem undirgefið Allah múslími. Þess vegna þegar við að fúsum og frjálsum vilja dýrkum Allah, þá erum við múslímar. Abraham var múslími, Móses var múslími, allir spámenn voru múslímar. Og þeir voru sendir til síns fólks og 18. Töluðu mismunandi tungumál. Spámaðurinn Múhameð talaði arabíska tungumálið og þaðan orðið múslími komið og merkir undirgefni og yfirgefningu. Sá sem undirgefin og yfirgefur sínar eigin þarfir fyrir Allah múslími. Hver einasti spámaður og boðberi frá Allah kallaði til sama grundleggjandi boðskap, dýrkið Allah og verið heiðarleg og trú í tilbeiðslu ykkar til hans. Ef við rannsökum boðskap allra spámannana, þá getum við auðveldlega komið að sömu niðurstöðu og að þetta sé rauð þráðurinn í gegnum boðskap allra spámannana. Þegar ég var kristinn maður þá hugsaði ég oft einn hlut sem veltist fyrir mér oft. Hvernig það að Allah í Gamla testamentinu alltaf lýst sem að hann sé einn? Guð, Herra og Kóngur yfir alheiminum, og þetta var fyrsta skipunin sem var gefin Móses, að dýrka ekki neina afguði, eða að beygja sig á móti nokkrum hlut sem á milli himins og jarðar. Allir spámenn sögðu að Allah sá allsmáttugi, og í gegnum allt Gamla testamentið þetta endurtekið aftur og aftur. 19. Einnig höfum við 4 guðspjöll sem nefnast Mattheus, Markús, Lúkas og Jóhannes. Hvað Mattheus? Hvaða Markús? Hvaða Lúkas? Hvaða Jóhannes? 4 guðspjöll voru skrifuð 48 ára tímabili og enginn af þessum mönnum hitti nokkuð tíman hvort annan og enginn af þeim skrifuðu eftirnafn sitt á guðspjallið. Ef ég gæfi ykkur ávísun fyrir mánaðarlaunum ykkar og ég skrifaði fyrir nafn mitt á þess ávísun, hvaða banki myndu þá leysa út þessa ávísun fyrir ykkur? Ef lögreglumaður myndi stoppa þig og spyrja þig hvort þú hefðir dvalarleyfi og þú aðspurður myndi gefa lögreglumanninum aðeins fyrir nafn þitt, heldur þú að lögreglumaðurinn myndi taka þetta gott og gilt? Hægt að sækja vegabréf aðeins með að gefa fyrir nafn? Gáfu móður þinn og faðir þinn þér aðeins fyrir nafn? Hvar í sögu mannkins eitt nafn tekið gott og gilt sem ekta og traustverður söguleg heimild?
Hvergi nema í Biblíunni. Hvernig getur þú byggt trú þína á 4 guðspjöllum sem voru skrifuð af mönnum sem ekki vildu einu sinni gefa upp eftirnöfn sín? Eru þeir áreiðanlegir sem gefa ekki upp eftirnöfn sín? Fyrir utan þessi 4 guðspjöll eru til 15 bækur að auki, sem var skrifaðar af manni sem var síðar eftir að hann skrifaði þær var sami maður sakaður svikráð og landráð. Og var 20. Dæmdur fyrir að hafa pyntað fjölmarga kristna menn og þar að auki laug hann að hann sæi Jesús sjálfur að hann hafi verið útvallinn af Jesús eftir dauða Jesús að vera sendiboði Jesús. Ef ég segði ykkur að Hitler, eftir að hafa framið fjöldamorð á gyðingum, ákvað síðar eftir að hafa hitt Móses að taka gyðingatrú og þar að auki skrifa 15 bækur sem hann myndi síðan bæta við Tóra sem hin helga bók gyðinga, haldið þið að gyðingarnir og þjóð þeirra myndi samþykkja svona lagað? Nei, að sjálfsögðu ekki. Þannig að spurningin hvernig geta 4 bækur, þar sem eftirnafn höfundana ekki einu sinni tekið fram, og 15 bækur sem voru skrifaðar af manni sem pyntaði og myrti kristna menn verið tekin góð og gild af kristnum mönnum sem sannur vitnisburður Krists. Og að eftir að þessa bækur komu úr, þá fyrst í þeim af öllum öðrum helgum ritum farið að skrifa að Allah sé í raun maður, og í fyrsta skipti sem skrifað að Allah sé skiptum í 3 hlut og í fyrsta sinn sem skrifað að Allah hafi gotið son. Hvernig hægt að þetta villuleiðandi rit fölsun sé samþykkt af sönnum kristnum mönnum? Hvernig það mögulega hægt? Hvernig hægt að samþykja boðskap sem búið að breyta 21? Vísvitandi til að villuleiða kristna menn frá sannri trú á einn Guð. Hugsaðu það. Þegar spámaðurinn Múhameð kom fram í sjónaljósið kom hann ekki með nýja trú og kom ekki með nýjan lífstíl heldur skeiði hið gagnstæða. Eina hlutverk spámannsins var að endurtaka og staðfesta sama boðskap og allir aðrir spámenn á eftir honum komu með, og það gerði hann í gegnum skapgerð sína og manngerð, og einnig með því að taka á móti guðdómlegum opinberunum sem hann fékk frá alla. En þessar guðdómlegu opinberanir voru skráðar niður í rit sem kallað Kóraninn og þýðir á íslensku, það sem lesið Múhameð skrifaði ekki Kóraninn, Múhameð ekki höfundum Kóransins, og það var enginn sem kom Múhameð til hjálpar við að semja eða skrifa Kóraninn, heldur var það erkiengilinn Gabriel sem las upp Kóraninn fyrir Múhameð, og Allah hinn allmáttugi gerði hjarta boðberans að stað sem útvarpaði Kóraninn fyrir. Mannfólkið, alveg eins og gervinöttur gefur þér mynd á sjónvarpsskjá. Hjarta spámannsins var fyrsti geymslustaður Kóransins og það var þessi Kóran sem hefur verið varðveittur nú í 1400 ár án þess að nokkrum staf hafi verið breytt. 22. Þekkir þú til nokkurra bókar í öllum heiminum sem hefur verið varðveitt án þess að nokkra breytingar hafa komið til á að minnstakosti einum bókstaf? Engin bók fyrir utan Kóraninn. Farðu á bókasafn og lestu það sem stendur í alfræðiorðabókum, eða í nokkrum öðrum bókum sem ekki skrifaðar af múslímum. Lestu hvað þar stendur Íslam, Kóraninn og Múhameð. Lestu hvað þeir sem ekki múslímar skrifa Íslam, Kóraninn og Múhameð. Svo munt þú samþykja að það sem ég segi sé rétt. Að Múhameð áhrifamesti og umsvifamesti einstaklingurinn í sögu mannkyns og hefur engin annar haft önnur eins áhrif á mannfólkið og hann. Lestu hver segir hvað. Margir skrifa að Kóraninn sé ótrúlegasta og ein mest varðveittasta bók í sögu bókmenntana. Lestu hvað þeir segja. Aðrir spámenn tóku líka á móti helgum ritum og í Kóraninum þessi spámenn nefndir, ævisaga þeirra, rit þeirra, sögur þeirra og verkefnin sem þeim var gefin þeir voru sendir til mannfólksins. Hitti Múhameð alla þá og náði hann tali af þeim til að skrifa ævisögu þeirra? Nei, að sjálfsögðu ekki. Í Kóraninum Múhameð oft kallaður sendiboð Guðs og innsiglið spámannana sem koma á undan tíð hans. Og þetta 23 var afmörkun hlutverks hans sem manneskju. Múslímar tilbiðja ekki Múhameð. Múslímar ekki Múhameðstrúamenn, við höfum engan rétt að taka hans nafn og kalla okkur Múhameðtrúamenn, ekki heldur fólkið sem fylgdi Móses Mósestrúamenn, fólkið sem fylgdi Jakob var ekki Jakobstrúamenn, og þeir sem fylgdu Abraham voru ekki Abrahamstrúamenn og svo framvegis. Hvernig kemur þá það til að fólk kalla sig kristið? Jesús kallaði sig aldrei kristinn, Jesús tók á móti opinberunum frá Guði og það sem hann heyrði frá Guði sagði hann og fylgdi bæði í orðum og verki. Af hverju kallar fólk sig kristið? Ef fólk vill virkilega fylgja boðorði Jesús verður það ekki að fylgja boðskap og boðorði hans. Hvernig var Jesús? Jesús var þjónn alla hins allsmáttuga og hann var líka þjónn og þræll alla og var undirgefinn honum og kom aðeins með það sem Allah opinberaði fyrir honum. Kóraninn skýrir þetta á eftirfarandi hátt: í dag hef ég fullgert trú ykkar fyrir ykkur og sendt niður blessanir mínir og ég hef valið fyrir ykkur Íslam sem trú ykkar.
5.3. Þetta sýnir að Íslam fullkomið lífsháttur. Og í gegnum Kóraninn orðið Íslam komið, því að þegar búið að ljúka 24. Við byggingu þá svo bygging kölluð hús, og þegar bíll byggður, þá hann pröfu keyrður og vottaður og síðan settur á götuna og kallaður bíll. Þegar Íslam var fullgert sem opinberun og var skrifuð niður í bók og í manndæmi Múhameðs, þá fékk trúin nafnið Íslam. Íslam var fullkomið lífsmynstur og lífstíl, og þess vegna var þetta boðorð ekki frábrugðið hinum og var áframhald og lokakafli á boðorði Allah til mannfólksins. Boðorði boðaði ekki nýja trú á nýjan Guð. Heldur var boðorðið aðeins orðið Íslam, og eins og ég nefndi áður, hvað eru spámenn? Jú, þeir eru múslímar. Það sem frábrugði Múhameð og öðrum spámönnum að þeir voru ekki sendir bara til ákveðins þjóðflokks. Hann var ekki aðeins sendur til að predika yfir Arabunum. Og þess vegna Íslam ekki bara trú Arabanna og voru ekki aðeins Arabar kallaðir til trúarinnar og heldur allir þeir þjóðflokkar sem komust í tæri við spámannin voru kallaðir til Íslam. En margir segja að þetta sé ekki satt. Og að Múhameð sé aðeins spámaður Arabanna, en Múhameð var sonur Abdullah og var fæddur í Mekka sem borg á Arabískaganum. Og var hann Arabi frá fæðingu. 25. Þar að auki var Kóraninn opinberaður á arabísku, til að verja hann frá þeim sem vildu breyta orðum hans og varðveittur í sinni upprunalegu mynd. Einnig hafnar Kóraninn öllum staðhæfingum að Múhameð hafi verið sendur aðeins til þjóðflokks Araba. Allah segir: Þú hefur ekki verið sendur nema að vera flytjandi góðra frétta og boðskaps sem varar þá við, en flestir af þeim vita ekki hvað bíður þeirra. 16:43 Sannarlega Múhameð seinasti spámaðurinn og innsigli þeirra spámanna sem koma á undan tíð hans. Þar sem notum heimildir úr Kóraninum til að styðja okkar mál og kynningu okkar á Íslam, mikilvægt fyrir okkur að gefa bakgrunnsupplýsingar sjálfan Kóraninn og hvað í honum sagt. Fyrst og fremst það nefnt í Kóraninum að hann sé guðdómleg opinberun sem var sendur niður frá Allah almáttugum og var opinberaður af Múhameð í gegnum sýnir. Allah segir: Félagi ykkar Múhameð hefur ekki gengið í villu og hefur 26. Ekki rangt fyrir sér. Hann talar ekki af eigin hagsmunum og löngunum, ferkar það opinberanir sem opinberaðar fyrir honum. 53:2-4 Ef við myndum sannfæra ykkur eða nokkun annan trúverðuleika Kóransins sem guðdómleg bók, þá verðum við að sanna eftirfarandi, að það hafi verið ómögulegt fyrir Múhameð að sjálfsdáðum að hafa framkallað bók af þessum tagi. Við verðum líka að sanna að það ómögulegt fyrir nokkura aðra manneskju yfir höfuð takið að skapa eins fallega bók. Hugsum það. Mér langar að spyrja einnar spurningar. Í Kóran stendur: Við skópum mannin af leir. Settum hann síðan sem lifandi dropa á tryggan stað. Því næst breyttum við dropanum í alaka, hlaupi blóð og alaka í mugda, tuggið efni. 23:12-14 Hvernig vissi Múhameð að fósturvísirinn byrjaði sem hlaupi blóð sem hangir við móðurlíf konunnar? Hafði hann aðganga 27? Einhvers konar röntgentæki? Hvernig fékk hann þekkingu þetta á þessum tíma þegar vísindin hafa bara komist að þessu fyrir áratug? Hvernig vissi hann að hafi skil á milli salts og fersk vatns? Hvernig vissi hann að sólin, mánin og pláneturnar hreyfast eftir föstum brautum, þegar vísindin uppgötvuðu þetta aðeins fyrir 25-30 árum? Sem var hægt að gera með þeim framförum sem hafa átt sér stað í vísindunum og tækni. Hvernig gat Múhameð sjálfur mögulega vita þetta fyrir 1400 árum síðan? Hvernig gat ómenntaður fjárhirðir sem hvorki kunni að lesa eða skrifa? Hvernig gat hann staðhæft nokkuð þetta ómenntaður maðurinn? Hvernig gat hann framkallað svo fallega bók eins og þessa? Hvernig gat einhver sem lifði á hans tímum framkallað þetta stórkostlega verk einsamall? Hvernig gátu þeir sem lifðu á hans tímum og árunum eftir dauða hans gert vísindalega uppgötvun sem var uppgötvuð fyrir 25-30 árum síðan? Það ómögulegt. Hvernig gat maður sem ferðaðist aldrei úr fyrir Arabíuskagann, sem sigldi aldrei bát á lífskeiði sínu, sem lifði fyrir 1400 árum síðan gera svo byltingakendar nákvæmar lýsingar á fyrirbrigði sem var bara nýlega uppgötvað af vísindunum á 19. öld? 28. Og ef þetta ekki nóg, látið mig segja þá eitt. Í Kóraninum finnst 114 kaplar, 6000 vers og það 100 manna og kvenna sem hefur lagt alla þessa bók á minnið. En var Múhameð einhvers konar snillingur? Hvernig var þetta hægt? Það til einhver sem hefur lagt öll guðspjöllin á minnið? Var einhver sem lagði alla Tóra á minnið, Sálma Davíðs og Gamla eða Nýja testamentið? Nei, engin ekki einu sinni páfinn. En það til milljónir múslima í dag,
og hér í kvöld einn maður sem hefur lagt alla þessa bók á minnið. Það frá hvers múslíma að leggja allan Kóraninn á minnið. Hve marga kristna hefur þú hitt sem hafa lagt alla Biblíuna á minnið? Þú hefur aldrei hitt svona einstakling, því hann ekki til. Þar sem þú hefur aldrei hitt kristinn mann sem veit hvaða boðskap Biblían kom með í upphafi, vegna þess að kristni menn hafa 700 ólíkar bækur af Biblíunni. Og það í dag til 39 mismunandi útgáfur af Biblíunni með mismunandi fjölda af versum og köflum, og kristni menn ekki sammála hvað upprunalega Biblían var í rauninni löng. 29. Hversu margir hér leggja eitthvað á minnið sem þeir í raun ekki sammála eða finnst engin sátt hvernig það í rauninni að vera? Þetta bara staðreyndir sem styrkja Kóraninn, og ég ekki að reyna að vera niðrandi, ég tala bara hvernig ástandið í kristindómnum í dag. Ég manneskja og var sjálfur kristinn og ég komst að þessum staðreyndum með eigin rannsóknum og því finnst mér skylda mín að